Karlmaður á 60-aldri hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna gruns að hann hafi haldið konu fanginni og nauðgað henni á heimili hans í Vesturbæ Reykjavíkur. Maðurinn var handtekinn í nótt. Minnst 20 hafa látist á Filippseyjum af völdum fellibylsins Phanphone sem gekk yfir landið í gær. Fjöldi fólks þarf á neyðaraðstoð að halda. 250 milljónir króna vegna hraðasekta í ár innheimtast ekki þar sem ökumennirnir, útlendingar á bílaleigubílum, eru farnir úr landi. Félag íslenskra bifreiðaeigenda kallar eftir bættri innheimtu. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar varar við hugmyndum að takmarka sölu flugelda og segir að slíkt geti haft neikvæð áhrif á komu ferðamanna hingað til lands áramót. Það eins og hundur sé að éta tunglið, sagði íbúi í Suður-Asíu þar sem hringlaga sólmyrkvið sást á himni. Sumir lögðu á sig töluvert ferðalag til að berja myrkvann augum. Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fór fram á gæsluvarðhald yfir manni vegna tilraunar til nauðgunar og frelsissviptingar í Vesturbæ Reykjavíkur. Maðurinn var handtekinn í nótt. Maðurinn sem á 60-aldri hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á sunnudag vegna gruns kynferðisbrot og önnur brot. Þetta staðfestir lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan fór í útkall vegna málsins í nótt og var maðurinn þá handtekinn. Lögreglan verst frétta af málinu en samkvæmt heimildum fréttastofu hélt maðurinn 25 ára gamalli konu og heimili hans í Vesturbæ Reykjavíkur í minnst 10 daga, gaf henni eiturlyf og misnotaði hana kynferðislega. Farið hafi verið með konuna á bráðamóttöku á aðfangadag. Eftir því sem fréttastofan kemst næst hefur maðurinn ekki áður hlotið dóm fyrir ofbeldisbrot. Hann hefur meðal annars gegnt ábyrgðarstöðum innan stjórnsýslunnar. Fjöldi heimila á Filippseyjum verður líklega án vatns og rafmagns vikum saman eftir að fellibylurinn Phanphone fór þar yfir. Minnst 20 eru látnir. Fellibylurinn gekk á land snemma á jóladag og fór yfir mitt landið með sína sterku vinda og úrhellisrigningu. Vindhraðinn var allt að 50 metrum á sekúndu í kviðum. Vest kom bylurinn niður á héruðunum Capiz og Iloilo. Eyðileggingin sem blasti við í kjölfar bylsins var gríðarleg. Rafmagnsstaurar voru víða brotnir með þeim afleiðingum að rafmagn fór af mörgum bæjum. Tré rifnuðu upp með rótum auk þess sem fjöldi húsa eyðilagðist. Búið var að rýma stóran hluta þeirra þegar bylurinn reið yfir sem var til þess að dauðsföll urðu ekki fleiri en raun bar vitni. Ljóst þó að fjöldi manns þarf aðstoð þar sem veðrið hefur áhrif á uppskeru. Tuladang pagkain, kumot, mga toiletries, yun ang importante. Yun, yung kung anong pwedeng may tulong na magagamit. Yun ang inaapil namin, sana matulungan kami. 25.000 ferðamenn eru strandaglópar þar sem siglingar og flug liggja niðri. Óvíst hvenær hægt að koma þeim af stað, þar sem hafnir og flugvellir hafa víða skemmst. Reikna má með að vikur líði þangað til rafmagn kemst á alstaðar, sem og að öll heimili hafi aðgang að hreinu vatni. Ákvörðun næstu skref við leitað Rímu Felixadóttur verður tekin í kvöld. Hún talin hafa fallið í sjóinn við Dyrhólaey og hefur verið saknað síðan á föstudag. Ríma var búsett í Vík og kenndi við Víkurskóla en flutti nýverið á Hellu. Björgunarsveitin Víkverji leitaði í allan dag í fjörum umhverfis Dyrhólaey án árangurs en gerir ráð fyrir að halda áfram á morgun. Veðrið var vont, rigning og rok og leitarskilyrði erfið og því hefur lögreglan á Suðurlandi ekki staðið fyrir skipulagðri leit í dag. Miðað við veðurspá telur lögregla ekki unnt að leita skipulega fyrir á laugardag. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda áætlar að 250 milljónir króna tapist á ári vegna hraðasekta erlendra ferðamanna á bílaleigubílum. Hann telur eðlilegast að bílaleigur sjái innheimtuna en Alþingi féllst ekki á það. Hraðakstursbrotum sem nást á hraðamyndavélar hefur farið fjölgandi undanfarin ár og síðasta ári voru það hátt í 46.000. Í samantekt í blaði FIB kemur fram að 95% slíkra sekta vegna fyrirtækja bíla, megni vegna bílaleigubíla, falla niður. Samkvæmt viðmiðinni frá lögreglu þá má gera ráð fyrir þetta séum minnst 250 milljónir á ári sem tapast. Þetta vegna þess að ökumenn eru farnir úr landi. Í frumvarpi til nýrra umferðarlaga sem taka gildi áramótin var gert ráð fyrir aukinni hlutlægri ábyrgð á þessum sektum, þannig að bílaleigur gætu bætt sektinni inn á reikninginn, enda beri sektarboðið alla jafna degi eftir að brotið framið. Slíkt fyrirkomulag sé viðhaft víða í nágrannalöndunum, segir Runólfur. Þetta var tekið út á síðustu metrunum og það var rökstutt með því að hálfu nefndarformannsins og allir tóku einhuga undir það virtist vera.
að þetta væri mjög ósanngjarnt gagnvart bílaleigum ef að einhver reyndi að falla frá því að bera ábyrgð á þessari sekt. En það má ekki gleyma því að það liggur fyrir mynd af viðkomandi og það er bara hrein og klár sönnun sem að byggir á lögreglu upplýsingum. Þannig að í öllum tilvikum myndi sú sönnunarbyrði duga. Runólfur telur rétt að reyna að efna til samstarfs við bílaleigur til að koma í veg fyrir að slíkir fjármunir glatist. Ég teldi það mjög eðlilegt og enda þetta er 250 milljónir. Við höfum virkilega þörf fyrir þá fjármuni í okkar ríki og þurfum að nota þessa peninga til þess að meðal annars að bæta samgöngur. Runólfur segir að eins og þetta er núna sé mismunun milli íslenskra ökumanna og þeirra sem eru með lögheimili í útlöndum. Þetta er klárlega mismunun. Þannig að við sjáum það að hlutfall þeirra sem borga ekki sem er á bílaleigubílum er álíka mikið eins og hlutfall þeirra sem borga sem eru með ríkisfang hér eða lögfesta heimilisfestu hér. Þannig að auðvitað er þetta mjög mikil mismunum gagnvart ökumönnum. Svo er það líka hitt sem að verður að líta á að það er ákveðið forvarnar gildi sem það hefur að ef ykkur er tekin við það aka hratt sú forvarnir farið fyrir lítið þegar viðkomandi fær aldrei eða borgar aldrei sektina. Brotist var inn í læstan gám fyrir utan björgunarmiðstöð hjálparsveitar skáta á Kársnesi og heilu bretti af flugeldum stolið. Aðalsteinn Mokk, formaður hjálparsveitar skáta í Kópavogi, segir verðmæti flugeldana vera að minnstakosti 2 milljónir króna. Hann segir tjónið vera mikið, innbrotið uppgötvaðist í morgun, talið er að brotist hafi verið inn jólin, hugsanlega meðan björgunarsveitarmenn úr Kópavogi voru í Dyrhólaey. Ef einhverjir hafa upplýsingar innbrotið er þeim bent á að hafa samband við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir að takmörkun á notkun flugelda hefði neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna og þau verðmæti sem hún skapar. Starfshópur umhverfisráðherra flugeldamál hefur enn ekki skilað skýrslu sem átti að skila fyrir 10 mánuðum. Feiknar mikið svifryk vegna flugelda myndast á gamlárskvöld ár hvert á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir 2 árum þurftu 15 að leita á bráðamóttöku vegna öndunar erfiðleika og árið áður settu Íslendingar Evrópumet í mengun. Í lok síðasta árs skipaði umhverfisráðherra starfshóp sem átti að leggja fram tillögur í febrúar hvort og með hvaða hætti eða takmarka notkun flugelda. Hópurinn hefur enn ekki skilað en tillögum. Sóttvarnalæknir situr í starfshópnum. Já, við vildum náttúrulega gjarnan hafa klárað þetta miklu fyrir en það ég held að við að gera að þetta var töluvert mikið vinna sem var lögð í þetta og við töluðum við mjög marga hópa og það var meðal annars það sem gerði það verkum að þetta tafðist, þannig að við vildum bara vanda eins vel til verka eins og við gátum, þannig að það var kannski óraunhæft að það var ekki að skila þessu svona snemma. Í skriflegu svari umhverfisráðherra kemur fram að því veri ekki gripið sérstaklega inn í flugeldanótkun þessi áramót. Þá hvetur ráðherra fólk til að styðja björgunarsveitir með öðrum leiðum en flugeldakaupum. Það er nauðsynlegt að draga úr þessu á einhvern máta og koma þannig til móts við einstaklingar sem eru viðkvæmir fyrir og fá verulega einkenni út frá þessari mengun. Það held ég sé ekki nokkur spurning. Ekki eru þó allir sammála ágæti þess að takmarka notkun flugelda. Framkvæmdastjóri ferðaþjónustunnar bendir á að það gæti fækkað ferðamönnum. Ferðamenn eru náttúrulega að koma hingað til þess að upplifa jóliður á landi, einhvers staðar á öðrum slóðum en venjulega, en þeir eru vissulega að koma hérna til dæmis áramótin, kannski frekar en jól, til þess að upplifa að hluta til það sjónarspil sem er hér í flugeldunum á gamlárskvöld. Við sjáum að það er efni sem er mikið deilt á samfélagsmiðlum og er kannski góð auglýsing líka fyrir Ísland, þannig að svona sem ferðamannland, þannig að það er svona kannski fleira sem hangir á spýtunni heldur en svifryk þegar menn horfa til þess hvort að grípa eitthvað inn í flugeldana eins og þeir eru í dag. Ég held að út frá sjónarmiðum það hversu mikil verðmæti við viljum skapa ferðamennsku í Íslandi, þá held ég að bann á flugelda á gamlárskvöld væri ekki góð hugmynd. Rússneska lögreglan réðst í morgun inn í húsakynni Samtaka gegn spillingu sem stjórnarandstæðingurinn Alexei Navalny veitir forstöðu. Lögreglan braut sér leið inn í húsið með því að saga útidyrahurðina. Gerð var ítarleg leit án þess að vitað hafi verið hvers var leitað. Þó virtist sem einhver leyndætti að hvíla yfir aðgerðunum þar sem lögregla sá ástæðu til að hylja öryggismyndavélar skrifstofunnar með límbandi. Ráðist var í þessar aðgerðir aðeins sólarhring eftir að einn af bandamönnum Navalnys, Ruslan Sjavedinov, var sendur í útlegð út við norður heimskautsbaug.
То, что происходит в рамках некой единой и скоординированной кампании против Фонда борьбы с коррупцией, так называемое уголовное дело против ФБК, признание нас иностранным агентом, уголовное дело против Ивана, недавнее задержание, фактически похищение Руслана Шевединова и отправка его на Новую Землю. Понятно, что, как обычно, это все происходит по четвергам, потому что сегодня мой прямой эфир, который смотрит довольно много людей, и, видимо, это каждый раз очень сильно расстраивает Кремль. Поэтому каждый четверг они присылают нам вот такую бригаду. Fjöldi fólks kom saman í suðurhluta Asíu til að sjá hringlæga sólmyrkva. Það þegar tunglið skyggir á sólina en þó ekki að fullu. Sólmyrkvinn átti sér stað laust eftir klukkan 3:30 að íslenskum tíma. Hann sást hins vegar ekki hér á landi, heldur aðeins í suðurhluta Asíu. Fjöldi manns safnaðist saman víða á því svæði. Til dæmis á Indlandi, Japan, Kína og Indónesíu, þar sem hann sást sérstaklega skýrt, við mikinn fögnuð viðstaddra. Og menn höfðu misjafnar aðferðir til að lýsa upplifun sinni. It was awesome. It was my first time and it was amazing. It was really awesome. So I'm Ash from Australia, Sydney, and I got some really good photos today. 今天有这个机会看到了 像天狗10月一样，觉得很不可思议。 Svona sólmyrkvi verður þegar tunglið skyggir á sólina en þó ekki að fullu. Þannig myndar sólin hring, sem menn hafa viljað kalla eldhring, í rúmar 2 mínútur. Myrkvinn sjálfur stóð í 3 tíma. Sumir áhugamenn lögðu á sig töluvert ferðalag til að skoða myrkvann. It's my 11th total solar eclipse and I specifically came to your country, Saudi Arabia, to take a picture of this phenomenon. Svona myrkvi sást síðast í Suður-Ameríku og Afríku árið 2017. Þeir eiga sér stað á nokkura ára fresti en sjást ekki frá sömu stöðum í hvert skipti. Til dæmis munu íbúar Singapore þurfa að bíða í 40 ár eftir að sjá svona myrkva aftur. Meistarinn og Margarita, jólasýning Þjóðleikhússins í ár, frumsýnd í kvöld. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, í Þjóðleikhúsinu. Já, það löng hefð fyrir því að Þjóðleikhúsið frumsýni jólasýningu sína á öðrum degi jóla. Í ár það Meistarinn og Margarita í leikstjórn Hilmars Jónssonar og hér hjá mér eru leikararnir Stefán Hallur Stefánsson og Birgitta Birgisdóttir. Birgitta, hvað sýningin? Já, hvað sýningin? Sko, þetta byrjar alltaf því að djöfullinn sjálfur, hann Voland, hann heldur dansleik í Moskvu á hverju ári. Þar sem hann ásamt fylgdarliði sínu og þannig að þetta hefst í raun og því að þau eru að koma til Moskvu, djöfullinn og fylgdarlið og eru að undirbúa þennan dansleik og inn í það fléttast þá þessi ástarsaga meistarans og Margarítu og nýtist listilega vel saman hann í lokin. Já. Á okkar mati. Stefán, hvernig hefur undirbúningur gengið? Mjög vel. Veðrið setti aðeins að strik í reikningin á tímabili en annars bara vonum framar og búið að vera mjög ánægilegt ferðalag. Og þessi sýning hefur verið sett upp margoft víðsvegar heim og bókin auðvitað talin svona til stórvirkja bókmenntana á 20. öld. Hvað gerir þessa sýningu þessa bók svona einstaka? Vá, það bara Þetta náttúrulega líka bara svo stór viðfangsefni sem að vera að fást við, lífið, dauðan, Jesú, djöfulinn og allt þar á milli. Og það það sem kannski líka svolítið áhugavert hvað hlutverk djöfullinn hefur í þessum heimi, í Moskvu á árum kúgunar og spillingar og ritskoðunar og ætla sé ekki bara eitthvað sem að öll samfélög í heiminum alltaf að díla við einhvern veginn. En í þessari versjón okkar þá hann í rauninni kannski hið illa afl sem að gjörir gott sem alltaf mikil svona þversögn í sjálfu sér. En mjög spennandi og dramatískt að takast á við. Frábært, takk fyrir þetta Stefán og Birgitta og við skulum segja gott hérna úr Þjóðleikhúsinu. Takk fyrir það, Ingvar Þór Björnsson. 470 hlauparar tóku þátt í kirkjuhlaupinu sem var haldið í 9. sinn í dag. Hlaupið hófst með stuttri samkomu í Seltjarnarneskirkju og þaðan var farin 14 km leið með viðkomu í 12 kirkjum á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt venju var engin tímataka og var öllum boðið upp á heitt súkkulaði þegar komið var í mark.
Það trimklúbbur Seltjarnarness sem skipuleggur hlaupið en meðal þáttakanda í dag var Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands. Fangar á Litlahrauni hafa skorið út nöfn 77 jólasveina sem hengt hafa verið upp víðs vegar Eyrarbakka. Flór, sleikir og lungnaðslettir eru þar á meðal. Við erum með jólasveina þema og við erum að tengja nútíðina inn í fortíðina og tína til jólasveina sem að margur er búin að gleyma. Og hvað eru þeir margir? Samkvæmt Árna Björnssyni, þjóðháttafræðingi, eru þau 77. Ekki 13? Nei, og heldur ekki 1 og 8. Nöfn þessara sveina eru hvert öðru skrýtnara, til dæmis Tútur, Lungnaslettir og Reykjasvelgur. Á Eyrarbakka hefur verið staðið fyrir kvöldvökum þar sem sveinarnir eru kynntir og fólki gefinn kostur á að giska á hver sérgrein hvers þeirra er. Minn uppáhalds jólasveinn er Flór Sleikir. Dettur þér eitthvað í hug? Ég bara þori varla að segja það. Hvað gerði hann eiginlega? Málið hans er svo ryksuga. Hann kom í fjósinn, eða voru ekki vel hirt og sauð upp flórið. Hvað gerir hann þegar hann er búinn að sjúga þetta upp? Skyldi hann ekki að opna dyrnar hjá þér og spú flórnum inn? Og þessi nöfn öll, það er búið að skera þau út og hengja þau upp hérna víðs vegar bæinn, ekki það? Já, og við fengum jólasveinaverkstæði á hrauninu eða fangelsinu. Vistmenn komið þar af og síðan listamaður sem þar starfar. Og þetta er skorið út úr timbri frá Skógræktarfélagi ríkisins og svona léttum rúnastíl. Og það verður Elín Björk, það eru leiðindi í kortinu. Já, maður segir það, jólablíðan er liðin og nú maður búist við mikilli rigningu á Suðausturlandi og Austfjörðum sérstaklega á morgun og vissar að vera aðeins vissum að það sé allar leiðir greiðar fyrir vatni að komast í niðurföll til dæmis. Rignir líka víðar á landinu og síðan annað kvöld að það hvessir verulega af suðaustri á Norðausturlandi og suðvestanáttin hún getur verið mjög slæm í Eyjafirðinum þannig að þeir sem búa þar í kring þurfa aðeins að passa jólaskrautið sér vel fest og eitt annað. Já, en er auðvelt að ferðast á milli landshluta? Það er svona þokkalegt, þetta er ekki jafn slæmt var fyrir jól en það þarf vissulega alltaf að hafa varan á og fylgjast með færð. Takk fyrir það, Elín. Já. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Karlmaður á 60-aldri hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna gruns að hann hafi haldið konu fanginni og nauðgað henni á heimili hans í Vesturbæ Reykjavíkur. Maðurinn var handtekinn í nótt. Minnst 20 hafa látist á Filippseyjum af völdum fellibylsins Phanphone sem gekk yfir landið í gær. Fjöldi fólks þarf á neyðaraðstoð að halda. 250 milljónir króna vegna hraðasekta í ár innheimtast ekki þar sem ökumennirnir, útlendingar á bílaleigubílum, eru farnir úr landi. Félag íslenskra bifreiðaeigenda kallar eftir bættri innheimtu. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar varar við hugmyndum að takmarka sölu flugelda og segir að slíkt geti haft neikvæð áhrif á komu ferðamanna hingað til lands áramót. Það er eins og hundur sé að éta tunglið, sagði íbúi í Suður-Asíu þar sem hringlaga sólmyrkvi sást á himni. Sumir lögðu á sig töluvert ferðalag til að berja myrkvann augum. Og þá er þessu fréttatíma lokið. Við minnum á veðurfréttir hér strax á eftir. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 og alltaf á RÚV.is. Næstu fréttir verða í sjónvarpi klukkan 7 annað kvöld. Takk fyrir samfylgdina í dag og hafið það gott. Á RÚV í kvöld. Jólalandinn gerist víðföröll í skammdeginu og hittir athyglisvert og skemmtilegt fólk. Heimildarmyndin Kaf er ungbarnasund Snorra Magnússonar í sundlaug Skálatúns í Mosfellsbæ. Brot er íslensk spennuþáttaröð rannsókn á morði í Reykjavík sem reynist vera upphafið að óhugnalegu og flóknu sakamáli. Vesalingarnir eru þættir í 6 hlutum frá BBC byggðir á samnefndri skáldsögu Victor Hugo.
Humar, humar, engin annar á honum lumar, hann frá því í sumar, fiskikóngurinn. Í gegnum tíðina hefur okkur verið trúað fyrir landsins stærstu verkefnum. En líka þeim heimilislegustu.